Ég svo stútfullur af kvefi en ég vonar röddin þolita. Já, ég ætla að fara aðeins yfir þessar vegaspár og kannski bara byrja það bara að varpa þessari spurningu upp bara til hvers erum við yfir höfuð að gera vegaspár og það náttúrulega að veita þjónustu bara almenningi. Það var afsakið að hafa tvær setningar, þetta var eitthvað færri rugl en stuðlað öryggi fyrir fólk sem að þarf að ferðast vegi þar sem að snjóflóðahætta og þetta getur náttúrulega bara verið einhver svona, ég ætla að setja nokkra sviðsmyndir. Er einhver maður að fara til vinnu og fær aðvörun, það möguleg snjóflóðahætta í kvöld og hann kíkir á klukkuna og já, þetta bara fínt, ég ætla að bregða mér vinnuna en að vera komin heim í taka tíð. Getur verið með aðra sviðsmynd, bara fínasta veður, en það snjóflóðahætta og þarna ertu með einhvern mann með fjölskylduna í bílnum og hann, á ég að keyra það, sleppa því bara. Og svo einhver maður keyra með einhvern varning og hann alltaf líka taka þess ákvörðun. Svo getur verið með þriðju sviðsmyndina og þarna bara lokaði vegur og þarna ertu með fisk sem þarf að komast. Einhvern maður sem bara glaður, flott, það lokað, ég þarf ekki að stofna mér í hættu. Eða hann getur verið mjög pirraður og brotið reglunar og reynt að keyra samt og þensta sig. Þannig að þetta svona sviðsmyndir. Þannig að það var sérst fyrir 2013 þá var gerður svona samningu við Vegagerðina sem var ákveðið að gera vegaspár og þar sem að snjóflóðavakt Veðurstofunnar gerir spá fyrir Vegagerðina og þetta gert sérst á hverjum einasta degi þegar snjóflóðavaktin að störfum yfir vetrarmánuðina og það miðað við 3:30 sem við þurfum að skila á okkur veðurspá snjóflóðaspá fyrir næsta sólarhringinn. Og þetta sett upp, kerfið svona núna og það sem þetta sett upp í 4 stigum og þannig að þetta í rauninni bara innanhús spá frá Veðurstofunni til Vegagerðarinnar og það sem verið að meta þá stig 1 þá ekki líkur á snjóflóðum eða litlar, innan við 10%. Stig 2 svona millibilsástand, þetta svona það sem við erum að vara við að það geti skapað snjóflóðahætta næsta sólarhring en það ekki, þegar við sendum stig 2 en þá erum við ekki að tala að sé komið snjóflóðahætta. Stig 3 og 4 þá komið snjóflóðahætta og við erum að reyna að miða við að stig 3 sé svona 10–40% líkur á snjóflóðum og stig 4 bara mikla líkur á snjóflóðum, meira en 40%. Þannig að þetta svona þetta kerfi sem við hugsum á hverju degi. Og svo ef það komið stig 2 eða herra, ef það stig 1 og þá það bara sett í gagnagrunn og ekkert endilega fer ekkert lengra, það bara innan snjóflóðavakt Veðurstofunnar og fer ekkert endilega til Vegagerðarinnar heldur. Eða það bara undantekning. En ef það stig 2 eða herra, þá sendur tölvupósti til Vegagerðarinnar þar sem við útskýrum hvað við eigum við, þú veist, eitthvað nánari tímasetningu og lýsingu á veðurspá og fleira. Og að öllu jöfnu farið af stig 2 á stig 3 og 4 en það getur náttúrulega alveg komið fyrir að þurfi bara aðstæður ekki voru verri og að þarf bara, það fallið flóð og við erum ennþá stig 1, maður vill helst ekki gera það en þetta getur alveg komið fyrir. Og hvernig virkar spáin og þá erum við búin að koma spáni til Vegagerðarinnar en Vegagerðin upplýsir vegfarendur snjóflóðahættu og lokanir. Þannig að þá erum við Vegagerðin varar við snjóflóðahættu og það notað þetta SMS-sendingakerfi þar sem vegfarendurnir geta skráð sig á SMS-lista fyrir þessa vegi sem eru gerðar spár fyrir og það þetta kerfi sem ABCD en þetta ekki sama kerfið og stig 1, 2, 3, 4. Þetta A í rauninni eins og stig 2, þar sem bara verið að vara við snjóflóðahættu næsta sólarhringinn og oft kemur þá eitthvað svona nánari útskýring í kvöld eða eitthvað svoleiðis. B það svona kannski svipað og stig 3 þá okkur, 10–40% líkur og þá sett óstig, vegurinn opinn en það varað við snjóflóðahættu. Og þá getum við hugsað aftur baka til þessar sviðsmynda, fjölskyldar sem að keyra eða bíllinn með fiskinn. Og svo D hættustig, þetta getur alveg verið, þetta þarf ekkert endilega að vera stig 4 hjá okkur, þetta getur þess vegna verið stig 3. Af því að þetta þarf að hanga saman bara með veðri og færð
að Vegagerðin sendi kannski hættustig hættustig lýst yfir vegur er lokaður, en það getur líka alveg verið samspil af mikilli snjóflóðahættu og bara blind tríð og lélegu skyggni. En svona öll í efni ef við erum komin á stig 4 þá nánast alltaf lokað. Og svo það lögreglan og Vegagerð svona í sameiningu sem að loka vegum og opna vegi. Þetta þessi vegi sem gerða snjóflóðaspá fyrir. Þetta búið að vera gert lengst í Súðavíkur og Kirkjubólshlíð frá haustinu 2013. En svo sama vetur þá kom Ólafsvík og þetta þessi 2 vegi sem skera sig algjörlega úr og Súðavíkurhlíðin alltaf þar með langflest flóðin. En svo kom Siglufjarðarvegur þarna næsta haust og eftir og svo var þetta svona ansi lengi. En svo kom Flateyrarvegur þarna 2019-2020 og þetta var, ég held að þetta hafi verið kjölfarið í rauninni, það var bíll sem keyrði inn í flóð og fjölskylda sem að munaði mjög litlu og fekk flóð á sig og bíllinn barst niður og þau komust með illa leik út úr bílnum með barn og það var ákveðið að bæta þessu vegi við í kjölfarið eftir það. Og veturinn eftir það var Ljósavatnsskarðið og svo Raknadalshlíð og Fagradalur núna síðast ár. Og svo einn vegur svona til viðbótar sem svona, það ekki SMS-sendingar en það eru sendar svona auka tölvupóstur ef við höfum miklar áhyggjur af Dalsmynni líka. Og tíminn. Snjóflóðaspá fyrir vegi, þetta eru þessi tól sem við notum. Þá þarf náttúrulega að vera skipuleg skráning af gögnum til að geta metið bara hvernig okkur gengur. Við erum að gera svona veður aðdraganda skýrslur, bara þar sem við erum að kanna samband veður og snjóflóða og skýrslur, gefa út skýrslur. Svo erum við þessi mælitæki, það eru snjódýptumælar, skafrenningsmælar eru komnir inn núna sem við erum svolítið að læra á, en virðast vera mjög öflug tæki til að meta ratsjár eins og á Flateyri og drónar og svo bara fleira sem gæti komið í framtíðinni. Og svo það náttúrulega síðast en ekki síst bara snjóflóðavaktin og það bara þjálfun og reynsla og bara þetta innsæi inn í veðrið og horfa að því að mælarnir mæla bara stundum og stundum ekki og þannig að maður þarf svolítið bara að vera á vettvangi og horfa á veðrið. Og bara svona rétt til að sýna þetta sést nú illa en Súðavíkurhlíðin annað lengst til vinstri, svona sker sig algjörlega úr á snjóflóðavegi og Ólafsfjarðarvegur númer 2. Og svo ferli til að meta hvernig snjóflóðaspáin gengur að þá gerð, Magni hefur séð þetta alltaf og þá tekin svona tölfræðileg greining í lok hvers vetrar þar sem við förum með alla vegina og reyna að sjá hvernig okkur gengur og þá bara byggir það að fara yfir öll gögnin yfir veturinn að þessu rétt skráð og þá erum við að reyna að hitta inn í þessi box þar sem þetta eru stigin okkar sem við sendum á Vegagerðina 1, 2, 3, 4 á X-ásnum og svo þetta líkurnar á snjóflóðinu. Þannig að einn vetur kannski á Súðavíkurhlíð ef að vegurinn hefur verið settur 4 sinnum á stig 3 en aldrei fallið flóð þá verður það bara í 0% og þá erum við ekki að standa okkur vel. En við erum að reyna að hitta eða við setjum stig 4 og fáum 2 sinnum flóð á veg og þá erum við 50% og þá erum við líka komin yfir. Þannig að þetta svona bara til að útskýra hvernig þetta virkar. Þannig að þetta þessi vegir Súðavíkur og Kirkjubólshlíð og þið þekki hann sem hægra megin í horninu. Þannig að það sett frá 2013 og við erum með SM4 snjódýptamæla til að hjálpa okkur að meta snjósöfnun í Giljum. Þarna eru 2 mælar og það skýrsla sem var gerð svipað leyti, Snapps-veðurinn Avalansis sem og það mikið samband, þetta mjög gagnlegt af því að þetta svo já, það bara svo harpa kom inn á, þú veist, ef þessi vindátt fer úr norði yfir norðvestur, að það alveg baneitrað og þá þarf ekki að bíða lengi til að fá flóð. Þannig að það alveg mikið samband milli veðurs og snjóflóða. Og tölfræði svona frá upphafi svona og við erum að standa okkur best í Súðavíkurhlíð. Þannig að við erum að hitta vel inn í boxin. Ástæðan fyrir að þetta svona bil í stigi 4 og 3 að við vitum stundum ekki alveg hvenar flóðin falla. Það getur komið vont veður, búin að setja stig 3 og svo vegurinn lokaður og svo versnað veðrið og
þetta alveg pottið koma á stig 4, við setjum hann á stig 4 og svo vegurinn opnaður og það ekki alveg vitað kannski á hvaða stigi vegurinn féll, á hvaða stigi flóðin féllu. En þannig að þetta sýnir svona aðeins bilið, þannig að mögulega hafa einhver flóðin fallið á stigi 3, þannig að þá að læra. En við erum að standa okkur nokkuð vel með Súðavíkurhlíð í þessari tölfræði, svona frá upphafi. En það líka lengsta gagnaserían þar. Ólafsfjarðarvegur, hann búinn að vera álíka lengi, eða bara jafn lengi frá 2013-14. Við erum líka með snjódýptarmæla þar, þessum 4 mæla. Og þar skýrsla sem var gefin út, samband snjóflóða sem komin út og á Veðurstofunni. Tölfræðin þar ekki eins góð, þannig að við erum að fara of oft á stig 3 og 4 og ekki að fá flóð. En þetta eitthvað sem við erum bara að reyna að læra. Þetta bara erfiðara að spá fyrir Ólafsfjarðarveg. Það auðveldara greinilega að spá fyrir Súðavíkurhlíð. Siglufjarðarvegur, hann búinn að vera líka svona frá 2014. Þar erum við með þessum 4 mæla. Við erum ekki með veðurgreiningarskýrslu þar. En tölfræðin líka svona, við erum að fara of oft á stig 3 og 4, svona frá upphafi. Við erum að fá flóð, en kannski förum við of oft á þessi hærri stig. Flateyrarvegur, þetta mynd af bílnum sem fór þarna 2019 og hrissaði fjölskylduna niður fyrir veg, en fór vel sem betur fer. Þetta frá 2019-2020 og við erum með SF4 þar og snjóflóðratsjá líka á Flateyri sem við getum séð þegar virkni byrjar og hún segir okkur líka til þetta sama viðhorf og á Hvilftarströnd. Þarna komin út skýrsla veðuraðdraðandi snjóflóða á Flateyrarvegi og tölfræðin þar nokkuð góð líka, svona með stig 4. Það bara þegar komið þetta brjálaða veður að þá, þannig að við erum að skora allavega vel með stig 4 og Flateyrarvegi. Raknadalshlíð, hún bara búin að vera örstutt og við erum ekki með neinn mælitæki. Skýrsla langt komin með Raknadalshlíð, hún í vinnslu. Það sem og tölfræðin þar, við höfum aldrei farið á stig 4 en við erum búin að fara á stig 3 og fá flóð, þannig að við erum svona, gengur kannski alltaf leið bara með Raknadalshlíð. Og Ljósavatnsskarð, þetta bara myndir frá flóðum á þessu vegum í bakgrunni. Spá síðan 2021 og þar erum við með SF4 mæla. Þar skýrsla, held ég, alveg að koma út og tölfræðin þar svona. Það bara mjög fá, það ekki algengt að falli flóð þarna, en við höfum farið á stig 4 og ekki fengið neinn flóð, en þetta bara sára fá flóð í þessari tölfræði. Og erum bara oftast á stig 1 og við höfum farið líka 2 og við höfum farið á 3 og fengið flóð, en við erum aðeins fyrir neðan kannski, við erum aðeins og oft á 3. Svo Fagradalur, spá líka núna bara frá því þannig að það alltaf að bætast við vegir og þar engin mælitæki. Þetta svolítið blint svæði, það langt í næsta snjóatvinnamenn, í næstu mæla, það úrkomumæla og ekki neinu snjódýptarmælar og það líka svo skýrsla vinnslu, þetta lítið úrtak fáflóð og tölfræðin þar svona við með aldrei farið á stig 4 en við höfum fengið flóð á stig 2 þar sem erum að vara við og svo setta stig 3 en ekki fengið flóð. Dalsmynni þar þetta svona aukalega, þannig að við erum ekki með í rauninni neitt þar, neina tölfræði. Og svona bara rétt í lokin þá snjóflóðaspár fyrir vegi, þetta oft heilmiklar pælingar og orka sem fer í þetta og og svona í þessum hefðbundnum vetrarveðrum, það ekki komin kannski snjóflóð byggð en þetta bara brjála veður og það ófarið og jafnvel kannski komið ofurstig og þetta oft mikla pælingar og vangaveltur sem fara í þessa vegi og mikil samskipti fram og tilbaka, þannig ég ætla að henda einu kvæði sem sett eftir einhverja langa vakt. Sveinn og Tommi sitt hvoru megin sátu við göngin, því var í fegin. Hríðinni lýstu og vildu úr því skera á hvaða stigi vegurinn átti að vera. Hiklaust 4 Sveinn þá sagði, skjótum að 3 Tommi ei þagði, hann snjótrumaður á Ólafsfirði.
Loks hríðin slotaði og þeir fóru að hátta, féll þó ekki flóðið í 38. En hvenær féll svo flóðið sjálft? Látið það vera stig 3,5. Já, góðan daginn. Já, það hefur nú komið nokkrum sinnum upp í gær og í dag umræðan að það ekki bara snjóflóðahætta í byggð og byggðinni kannski ekkert síður, byggðinni ekkert síður mikilvægt að vegirnir séu færir og opnir og fólk séu öruggt á vegunum, alveg eins og í byggðinni sjálfri. Já, eins og Ólafur sagði, þá höfum við verið með kerfi í samstarfi snjóflóðavaktinni á Veðurstofunni í þessi ár og veturinn 2011-12 byrjuðum við að safna saman símanúmerum hjá fólki sem hafði áhuga fyrir því að fá tilkynningar eða upplýsingar frá Vegagerðinni það hvenær og ef það væri snjóflóðahætta yfirvofandi. Frá þessum tíma og eftir að þessi formlega samstarfi var komið á höfum við bætt við vegum eins og Ólafur fór yfir og erum núna með í vöktun og virka áskrifendahópa, því við viljum kalla þetta að vera áskrifandi, á 5 vegum sem við erum að senda út viðvaranir og við sjáum hérna í töflunni í raun og veru hvað eru margir áskrifundur hjá okkur á þessum vegum sem við erum með þetta kerfi á. Þetta eru 3 vegir á Vestfjörðum og 2 á Norðurlandi og 1 á Austurlandi. Þetta eru 1704 þegar ég tekkaði síðast og af þeim alveg örugglega sama fólkið áskrifandi gerir ég ráð fyrir á einhverjum stöðum eins og á Vestfjörðum og það eru örugglega sami hópur að einhverju leyti bæði Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð og Siglufjarðarvegi og Ólafsfjarðarvegi. Þannig að þetta ekki 174 einstaklingar en þetta eru 174 áskrifundur hjá okkur. Við ákváðum í raun og veru aðdraganda þessarar ráðstefnu að við yrðum að fara að kanna aðeins áhuga og bara, hvaða árangri þessi þjónusta hefur veitt og hvernig áhrifin af þessu hver þau hafa verið fyrir þá sem að fara veginn okkar. Við fengum háskólasetri hérna á Vestfjörðum til að halda utan könnunina og framkvæma fyrir okkur og ég vil bara þakka honum Matthíasi fyrir rosalega gott samstarf í því að halda utan þetta og rýna þetta fyrir okkur og sjá þetta. En markmiðið var náttúrulega fyrst og fremst að meta áhrifin af þessu viðvörunum og hvernig við getum haft og hvort við höfum áhrif á ferðahegðun eins og Ólafur setti svo skemmtilega hérna upp áðan í skopmyndastíl og svo líka bara traust áskrifenda á þessu kerfi og hvernig hegðun þeirra breytist og ef hún breytist. Það voru allir 1704 fengu í raun og veru boðum að taka þátt. Það voru 1100 sem opnuðu hérna könnunina en það voru 548 sem svöruðu. Og við sjáum hérna í töflunni raun og veru hvaðan eftir póstnúmerum fólk var beðið að fylla út hvar það var skráð til heimilis og þarna raun og sundurliðunin, það hæsta hlutfall á svörum í raun og veru frá Norðurlandi en það eru flestir áskrifundur á Norðurlandi. En hérna við fengum svona milli 30–40% svörun fyrir hvert af þeim svæðum sem við erum með áskrifundur og það eru einhverju sem ekki annars verður ekki gefa upp hvar þeir eiga heima og eru í úrtakinu og allri úrvinnslu en það eru eins líka bæði fólk, það eru 14 sem svöruðu sem búa ýmist á Suðurlandi eða höfuðborgarsvæðinu og það komu útskýringar frá einhverjum og það mikið af því fólk sem vinnur við að keyra á þessa staði og þessa vegi sem við erum með áskriftirnar á. Það eru 53% af þeim sem svöruðu sem skilgreina sig sem karlmann og það ágætt að hafa þetta í huga þegar maður að horfa á hérna niðurstöðurnar. Ekki það að það skipti einhverju máli en það aðeins áhugavert á nokkrum stöðum hvernig svörin koma. Hæsta hlutfall á svörum í aldurshópnum 51–65 ára og því miður eingöngu 10% af þeim sem svöruðu yngri en 35 ára. Hvort það sé vegna þess að þeir eru ekki áskrifundur eða hvort þeir einfaldlega svara ekki könnunum, veit ég ekki og það kannski fyrir félagsfræðingarna að svara því frekar en mig. En það mjög mikilvægt að hafa þetta, þessar bakgrunnsupplýsingar
í huga þegar við erum að horfa á niðurstöðurnar. Við byrjum á því að spyrja tíðni, hversu oft viðkomandi að fara þennan veg sem hann áskrifandi fyrir tilkynningum, og það ljóst að það eru 28% sem segjast keyra daglega eða oft á dag, og af þeim sem að svara þar hæsta hlutfallið á Vestfjörðum. Norðurlandi og þeir sem svara fyrir Norðurland, þeir eru meira því að fara 1 til 2 í viku. Við spurðum jafnframt hvernig áhrif þetta hefur á þann sem svarar könnuninni og daglegt líf hans að þurfa að fara umræddan veg. Og þar 61% sem segja áhrifin vera mikil eða nokkur. Mikil og nokkur áhrif langhæst svarað á norðanverðum Vestfjörðum og síst á Austurlandi. Konur eru líklegri til að segja að þetta hafi mikil og mjög mikil áhrif á daglegt líf, og karlar eru líklegri til að segja að þetta hafi engin áhrif á þeirra daglegt líf. Yngra fólkið var áberandi, svaraði að þetta hefði mikil áhrif á daglegt líf þeirra. Það kom hérna áðan hjá Oliver þetta að við erum að reyna að hitta, eða Veðurstofan að reyna að hitta á það að segja ekki bara Úlfur, heldur gefa sem bestar upplýsingar raunverulega á hvaða stigi við erum að hættuna. Og við spurðum þess vegna í raunveru fyrst hversu oft viðkomandi hafi orðið fyrir truflun af því að við höfum lokað vegna yfirvofandi snjóflóðahættu. Og við spurðum, reyndum að hafa þetta síðustu 5 ár, og við vitum aftur talandi minnið okkar að það náttúrulega svona aðeins keikult, þannig að við erum kannski ekkert rosalega mikið að lesa í hvort að fólk sagði 11 sinnum eða oftar eða 1 sinni, 2 eða 3 til 5, því það getur verið mjög brigðult hvernig þú manst tíminn. Árin líða líka svo hratt að við erum ekki alltaf með að reyna hvað innan 5 ára. En það sem áhugaverðast að það 14% sem hafa aldrei lent í því að ekki komast leiðar sinnar vegna þess að vegur lokaðar vegna yfirvofandi hættu. Og það algengast á norðanverðum Vestfjörðum að fólk komist ekki leiðar sinnar. Það sjaldnast á sunnanverðum, en það kannski Vestfjörðum, en það kannski líka vegna þess að áskrifundur þar nýr og kerfið okkar nýtt þar. Þannig að fólk hefur kannski hópurinn sem við erum að spyrja kannski ekki orðin það stór að það ekki endilega marktæk svör. En það líka sjaldnast á Austurlandi, svörin þar. Og aftur þarna eru konur líklegri til að svara þar verði oftar fyrir truflun á ferðum sínum. Þær eru mest áberandi í absynningulega súlunum þarna að verða 11 sinnum eða oftar verið fyrir truflun. Okkur mikið mun að fólk hafi trú á kerfinu okkar og virði það sem við sendum út. Og við spurðum því hvort það truflaði viðkomandi þegar varað við snjóflóðahættu og það fellur ekki snjóflóð. Það eru 11% svarenda sem segja að þeir trufli sig, að það séu gefna út viðvaranir og svo fellur ekki neitt snjóflóð. En sem betur fer eru 77% sem segja að það trufli sig ekki að fá viðvörun eða að það trufli sig lítið að fá viðvörun og svo fellur ekki flóð. Og þetta gríðarlega mikilvægar upplýsingar fyrir okkur sem erum að reyna fast við það að vera ekki að loka á óþörfu en samt hafa öryggi að leiðarljósi. Síðan það náttúrulega raunverulega þegar það fellur snjóflóð. Og þarna erum við aðeins að horfa til þess hversu oft og hvað algengt það að fólk raunverulega orðið fyrir truflun vegna þess að það féll snjóflóð. Það eru 18% sem hafa aldrei orðið fyrir truflun vegna þess að það falli snjóflóð og af þeim sem svöruðu. Það sjaldnast á Austurlandi og sunnanverðum Vestfjörðum eins og áður. Og við spurðum einnig fólkið okkar hvort að það hafði lent í að vera á vegi þegar við falli snjóflóð. Og það voru 23% svarenda sem sögðust hafa verið á vegi eða þegar hefur fallið snjóflóð eða hafa komið að snjóflóði sem hefur fallið á veg. En það margt annað sem veldur okkur umhugsun og óöryggi á vegunum okkar og til þess að skilja betur ferðahegðun og hegðun snjóflóðana eða áhrif snjóflóðana hegðun, þá spurðum við líka hvernig fólk ferðast eða hvernig velur ferðunum sínum tíma
í aðstæðum eins og hálku, gulum veðurviðvörunum og absolutt gulum veðurviðvörunum. Og við sjáum hérna þessar samanburð á þessum 3 hringjum hvernig ferðahegðunin breytist eftir því sem aðstæður versna með alvarlegra veðri og það greinileg breyting. Fólk breytir ferðahegðun eftir því sem veðri versnar og hérna í hálku eru bara 27% sem segja að þeir fari ekki sjaldan eða bara í neyðartilfellum. En í gulum viðvörum sami hópur orðinn 43% og í appelsínugulum viðvörum sama hlutfall komið í 76%. En það eru fleiri konur sem segjast fara sjaldnar eða aldrei eða bara í neyðartilfellum þegar komin appelsínugul viðvörun og svarið að fara til vinnu og skóla lang áberandi hæst í appelsínugulu viðvörun fyrir Vestfirði. Hvernig áhrif viðvaranirnar sem Óli ræddi við sendum þessar annars vegar það sem við köllum á A og B viðvaranir, annars vegar það sé líkur á að það verði hugsanlega hætta og svo það komið óvissustig og hér getum við séð niðurstöðuna fyrir áhrif þessara viðvarana á ferðahegðun hópsins og hringurinn sem við sjáum litirnir og skiptingin mjög sambarlegt við það hvernig ferðahegðun í appelsínugulum viðvörunum. Það skýrt að konur, eldra fólk og austfringar eru líklegri til þess að fara aldrei þegar búið að vara við og þeir sem aka helst eru fólk á norðanverðum Vestfjörðum sem að fara til vinnu og skóla. Við spurðum hvernig kerfið hefur hjálpað vegfarendum og spurðum út í öryggistilfinningu og það ofboðslega gleðilegt fyrir okkur sem að störfum í þessu að sjá að rúmlega 91% svarað að einhverju leyti eða miklu leyti hafa þessar skeytasendingar okkar og viðvaranirnar aukið öryggistilfinningu þeirra á ferðum sínum á þessum vegum. Og það líka mjög áberandi að það elsti hópurinn sem ánægðastur með þjónustuna og það aftur félagsfræðileg framhald af því hvort það sé einfaldlega vegna þess að yngri hópurinn ekki áskrifandi eða að því að þau fá upplýsingarnar öðruvísi. Við vitum það ekki. Við bættum við smá spurningu hvort að traust þessara áskrifenda á vegagerðinni og því forræði sem við höfum með lögreglunni í að loka vegum og það mjög gleðilegt fyrir okkur að sjá að það ríflega 81% sem treystir vegagerðinni mjög vel eða nokkuð vel að sjá þessar lokanir og halda utan það. En við sjáum líka að það 9% sem segja hvorki né og það 9% sem að treysta okkur alls ekki. Og þar höfum við greinilega verk að vinna. En svona aðeins að draga þetta saman, þá hérna nokkrir punktar. Á Vestfjörðum hæst hlutfall af vegfarendum sem fer daglega ofta dag umrædda vegi. Áhrif af fólk á Vestfjörðum einnig mest. Það eru 29% svarandi sem segja að hafa mikil áhrif á daglegt líf sitt að þurfa að fara umrædda vegi. Það af þessum svörum hægt að lesa að vinnu skólasóknarsvæði teygja sig á Vestfjörðum út yfir þessa vegi. Við vitum það að bæði Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð greinilega mjög mikil vinnu og skólasókn. Og Tröllaskagi síður með vinnusókn og skólasókn á Ólafsfjarðarvegi og Siglufjarðarvegi. Við erum mjög glöð að sjá að viðvaranir upplýsingar hafa jákvæð áhrif á öryggistilfinningu. Það töluverður fjöldi sem ákveður að keyra sjaldnar eða aldrei þegar þeir hafa fengið skýra viðvaranir aukna áhættu og hvort sem það vont veður eða snjóflóðahætta. Það nokkuð sátt hjá þessum hópi með það að vegur sé lokað þrátt fyrir síðan að það falli ekki alltaf snjóflóð og Ólafur hitti ekki alltaf á það þó að hann sé að reyna að bæta og Veðurstofan reyna að bæta sig. Og það 81% sem treystir vegagerðinni fyrir því að sjá lokanir á vegum. Við vorum í könnunni einnig opið og fólk gat sent okkur alls konar góðar og gagnlegar ábendingar og það margt þar sem við munum taka til okkar og eitt einfaldlega bara bæta fræðsluna á þessu kerfi, hvernig fólk getur orðið áskrifandur, hvernig get ég hætt að vera áskrifandi, það líka upplýsing sem að fólk þarf líka að fá að vita. Það mikil ósk og það að geta fengið lengri fyrirvara á því hvenær hættustig yfirvofandi og að sé ekki of skammur fyrirvari að breyta ferðum sínum.
Það gott að fá staðfestingu að viðvaranirnar séu ekkert of margar þó að falli ekki alltaf flóð. Það mikil ákall öruggari samgöngur og ég get sagt ykkur af þessum svörum þá voru töluvert mörg sem að lögðu til göng á marga staði sem við höfum verið að fjalla um. En allavega það sem við tökum með okkur í raunveru að þetta gott kerfi og við ætlum að gera betur og halda áfram að bæta. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Komið sæl. Ég ætla að setja hérna fram nokkrar upplýsingar lokanir vega og fjölda snjóflóða. Það hefur verið fjallað aðeins þetta bæði í dag og sérstaklega morgun, en ég ætla að bæta kannski eitthvað aðeins við. Við erum með þessi svæði, svo komið fram sem aðalsnjóflóðasvæði á vegi á Íslandi. Það Vestfirðir, það Tröllaskaginn og það Austfirðir. Þá var ég að tala snjóflóðahættu á það sem við köllum stofn á þjóðvegum, þar sem hafa mestu umferð. Við förum aðeins yfir tímabilin í svona vegasögunni, samgöngusögun á landi, þá erum við með lítinn eða enga snjómóstur á vegum með mest snjóflóðahættunar fyrir og upp úr 1950. Upp úr 1960 fer snjómóstur að hefjast að einhverju marki, sérstaklega fyrir mjólkur og vöruflutninga til þess útskipanir á fiski. Snjóflóð voru moku ef þau féllu, vegir almennt ekki lokaður á hættulegum köflum nema vegna ófærar veðurs og alls ekki vel lokaður vegna snjóflóðahættu. Upp úr 1980 þá koma verulega umbætur á vegakerfinu. Eins og fram kom í Hjalta í morgun, það voru óvegir, þeir voru á fjárlögum 1983 til 1986. Og það voru vegrásir voru breikkaðar, það kom slitlag, einstaka varnir til þess vegskálar, að það var óslíð og hættan minnkaði og með aukinni tíðni móstis var að fara að huga meira að snjóflóðum. Og ég held að svona snjóflóð umfjöllun Veðurstofunnar, allavega varðandi vegi, hún hafi raunverulega ekki hafist fyrir upp úr 1980. Þannig að fram á þeim tíma voru starfsmenn vegagerðar þá þessi vegaverkstjórar sem að voru svona hálfgerðir héraðsstjórar, þeir voru raunverulega með þetta allt sjálfir í fanginu, persónulega. Upp á 1990 þá eru gerðar vinnureglur varðandi móstur og snjóflóðum og ég held að það hefði verið bara hér á Ísafirði og norðan Vestfjörðum og svo víðar á Vestfjörðum sem að það var byrjað á því og þá var byrjað að hætta að moka ef snjóflóð væri að falla. Það ekki fyrir en þá. Það var raunverulega nánast eins og með óslíð, það var raunverulega mátt ekki fréttast ef það féll snjóflóð og óslíð fyrir þennan tíma. Það var svo neikvætt, þannig að það mátti enginn vita af því. En þetta breytist sem betur fer. Og það voru skilgreind viðvörunar og hættustig og lokunarhlið voru sett upp yfir alla veginn með óslíð á 2002, Súðavíkurhlíð 2004 og svo síðar á Ólafsfjarðarmúla. Þannig að þá erum við komnir með bara lögreglulokun á þessa kafla og allur akstur mannaður og það var raunverulega mjög stórt skref. Eftir 2010 þá eru ítalegri stig skilgreind SMS viðvörunar sendingarnar sem að hún Bergþóra var að fjalla hefjast vegna Súðavíkurhlíðar og snjóflóðaspáin sem komið fram hérna í morgun hóst 2013 og það búið að fjalla það. Þetta eru fjöldi daga sem að þessir umræddi vegir sem eru á þessari töflu eða á þessu skjali eru lokaðir á síðustu 5 árum og ég bara að birta þetta til þess að sýna bara hlutfall á milli þeirra. Hann kom reyndar aðeins inn á þetta, hann Óliver líka, að Súðavíkurhlíðin náttúrulega langverst og síðan Ólafsfjarðarmúli og Siglufjarðarvegur og Flateyjarvegur en Fagradalur og Gnarrshlíð og Ljósárskar eru raunverulega ekki með þetta vandamál nærri eins mikið en mig grunar að skráning þarna á Fagradal og Raknadalshlíð hafi eitthvað með þessu tölu að gera en breytir ekki heildarmyndinni. En þetta sem fjöldi daga
sem einhverjar lokanir voru framkvæmdar á þessum köflum, stuttar eða langar. Og við erum að tala í þessum gögnum sem ég er að fjalla þá erum við að tala bæði lokun, allur akstur bannaður og svo líka þegar kaflinn er ófær. En á þessum vegum sem eru láglendisvegir að undanskildum Fagradal þá mikill meirihluti af þessu lokunum vegna snjóflóða. En við höfum ekki tól til að aðgreina ófært og lokanir betur en þetta. Þetta fjöldi snjóflóða á Ólafsfjarðarvegi og Súðavíkurhlíð á 20 ára tímabili og ég birti þetta aðallega til að sýna bara fram á hvað Súðavíkurhlíðin miklu verri en Ólafsfjarðarvegur. Það svona þriðjungur af fjölda flóða á Súðavíkurhlíð fellur á Ólafsfjarðarveg og ég vil vekja athygli líka þarna á vetrardagsumferð sem náttúrulega skiptir miklu máli og vegur upp þennan mun að það eru 460 bílar á Ólafsfjarðarmúla en 255 á Súðavíkurhlíð. Hér eru fjöldi flóða frá upphafi skráninga Vegagerðarinnar á Súðavíkurhlíð 1976 til 2025 og þið sjáið að hallalínan ansi brött og þannig að þetta hefur minnkað mikið. Mjög mikið reyndar, en það ber að geta að til dæmis tímabilið frá 1976 og upp undir kannski 2000 eða kannski 1990-95 þá voru miklu minni kröfur á veginn. Það náttúrulega Djúpivegur opnast ekki fyrir 1986, þá fyrir landleiðin að opnast frá Ísafirði eða Bolungarvík til Reykjavíkur. Þannig að fram að því var þetta bara spurningum opið inn í Súðavík og inn í Álftafjörð fyrir mjólkina. Þannig að upp úr 1990 þetta fórið bara að skipta miklu meira máli og fækkunin eftir 2000 teljum við að megi rekja meðal annars til þess að vegrásir voru breikkað mjög mikið þessum tímabili þannig að það eru færri flóð sem koma fram á veginn og að sést greinilega á töflunni og líka að þessari breiðu rásir sem voru framkvæmdar þær minnkuðu mjög mikið smágrjót á veginum. Ég færum okkur aðeins nær nútímanum. Þá erum við hérna með síðustu 30 ár og meðaltali 21 flóð, meðaltali áðan var 42, þannig að þannig að komin í 21 flóð og línan hallar ekki svo mikið, en að maður geta þess að frá 1976 til þessa tímabils 1996 þá var meðaltal flóð á Súðavíkurhlíð 71 flóð á ári. Og síðan síðustu 10 árin þá erum við bara komin í sama ástand. Við erum með 20 flóð á ári, reyndar mjög mismunandi eftir árum, eins og 2018, 60 flóð og svo fer það nánast plastið niður í 0, þannig að veturnar eru mjög breytilegir. Og hér þá bara mynd eins og við sáum í gær. Þetta náttúrulega gríðarleg breyting á veginu frá því hvað hann var, að það komið 20 metrar á köflum, 20 metrar rás. Þetta þarna við gil 13, 14, 15 sem mjög aktífur partur af hlíðinni og öll svona minni háttar flóð falla í þessa rás og sérstaklega grjóti líka og sem hefur orðið mikill árangur af. Þá ætlum við aðeins að snúa okkur að þjónustutímanum og lokanir á honum. Vegagerðin skilgreinir, til dæmis í samningum við verktaka, þá skilgreinum við veturinn frá 1. október til 30. apríl og á árinu þá þetta svona og ég held mig segja að það falli yfir aldrei flóð utan þessa tíma. Þannig að þetta eru þá miðað við þjónustutíma vegarins, þetta 3200 klukkstundir sem að Ólafsfjarðarvegur í þjónustu og rúma 3000 klukkstundir sem að Súðavíkurhlíðin í þjónustu.
og hér erum við komin með fjölda klukkustunda á ári sem að þessi vegir eru lokaðir, og á Súðavíkurhlíð er þetta frá 20 klukkstundum upp í 155 klukkstundir, og á Ólafsfjarðarvegi er þetta frá nánast 0 og upp í 72 klukkstundir. Og ég setti þarna hlutfallið sem sagt miðað þennan þjónustutíma á daginn, dags þjónustutíman, hvað þetta mikill hlutfall af heildar þjónustutíman sem ég skilgreind á hann, þetta 3000 klukkstundir. Við draugum þetta aðeins saman. Já, þetta er hlutfallið. Mest 5% þjónustutímans sem er lokað þá árið 2020. En ef við draugum þetta aðeins saman þá er til dæmis á þessum tímabili lokað Súðavíkurhlíð 520 klukkstundir, það er 36 þjónustudagar. Þannig að 36 þjónustudagar á þessu 10 ára tímabili. Svo sáum þetta í gær líka, þetta er náttúrulega bara fyrirstöðugil og skápu fyrir ofan, og í svona aðgerð hefur verið farið víðar á landinu, til dæmis Ólafsfjarðarvegi og Hvalnes og Þvottáskriðum og víðar, ef ég man rétt, og verður örugglega gert meira af. Í lokin þá ætla ég bara aðeins að segja frá hvað Vegagerðin hefur gert í ráðstöfunum gegn verstu snjóflóðaköflunum. Það er í fyrsta lagi að helmingur vegganga á landinu hafa leyst af hólmi vegarkafla með snjóflóðahættu. Það er náttúrulega stærsta atriðið. Og vegsvæðið, það er með breiðari rásir, skápa og fyrirstöðu til. Eins og fram hefur komið, við erum með kostaða snjóflóðaspá frá Veðurstofunni og SMS viðvörunarkerfi til vegfarenda. Við erum með búna, það er eins og dýpri lokunarhlið og snjóflóðamæla. Við erum með vöktun og vettvangi eftir aðstæðum. Það er öryggisatriði eins og móstustarfsmenn bera snjóflóðaíla. Hreinsun flóða úr rásum og skápum, framkvæmd eins fljótt og hægt til að gera pláss fyrir ef það kemur aftur flóð. Og öryggisatriði líka að fylgdarbíll fer alltaf við snjómálstæki í fyrstu opnum eftir snjóflóðahrinu. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Það er náttúrulega margt af þessu sem búið að koma fram af því sem ég svo sem kem inn á, en ég held að það komi samt ekkert að sök. Margt sem maður er búin að læra í dag, og ég þakka Elíasi kærlega fyrir að hafa verið með tölvu í gær, þannig ég kom með mína punkta á pappír. Ég ætla svona rétt að fara bara í stuttu máli yfir helstu varnir, það er að segja varnarvirki sem við getum sett upp við vegi. Og en ég ætla aðeins að byrja bara því að fjalla það sem við erum svo búin að tala nokkru sinnum núna, bara munin á vörnum í byggð og við vegi. Þetta eru svona keimlíkar varnir að mörgu leyti, en eftir það þá mun ég aðeins fjalla svona þessar gerðir varnarvirkja sem eru nefndar þarna uppi á skjánum. Eins og Harpa kom inn á í gær, þá er ekki sömu kröfur eða sömu viðmið fyrir vegi og í byggð, og hluti af því vegna þess að aukin viðvera þýðir aukin áhætta. Þannig að eftir því sem að umferð að aukast á vegum, þá eru aukna líkur á því að vegfarendur sé að lenda í ofanflóðum. Og við náttúrulega erum að sjá þetta núna bara með breytingu á atvinnusvæðum, þar sem að fólk kannski ekki endilega að vinna í sínum heimabæ, að ferðast á milli staða, þá umferð að aukast. Og hluti af þessu líka það, ef það koma göng eða eitthvað slíkt, þá kannski verður auðveldar að ferðast á milli staða, þá eykst umferð sem eykur þá kannski líkur á að fólk lendi í snjóflóðum í snjóflóðafarvegum sem voru kannski ekki eins hættulegir þegar umferð var minni. Þannig að það getur verið svona kostur og gallar við það að byggja upp ofgóðar samgöngubætur líka.
Hlutverk varna við vegi að auka öryggi eins og bara í byggð. En hins vegar þá snýst þetta líka bara svona þjónustu. Þetta eru færri lokanir, aukið traust hjá bara vegfarendum og það kannski einhverju leyti sambærilegt við það sem við erum með í byggðinni, að þetta sé svona þjónustustig sem verið að auka líka, sko, að fólk getur bara verið meira heima hjá sér og þurfa ekki að sæta rýmingum. Það hins vegar bara þannig að við dveljum eðlilega meira heima hjá okkur, eða allavega svona flest heima hjá okkur heldur en í bílum og og bíllinn náttúrulega á ferð, þannig að við kannski erum minna á hættusvæðum ef heldur en ef við myndum búa fyrir neðan þessa farvegi. Það kannski ágætt að taka fram að á Íslandi hefur ekki verið sett viðmið ásættanlega áhættu með tilliti til ofanflóðahættu á vegum, en í einhverjum tilfellum þá hefur verið svona horft til norskra viðmiða gagnvart því. Við hins vegar höfum skilgreint þessa hættu í byggð og þar af leiðandi þá höfum við svona sett hönnun á vörnum upp miðað við þessa ásættanlegu áhættu sem að samfélagið hefur svona sætt sig við eða ákveðið að sætta sig við. Þetta ekki til staðar fyrir hönnun á vörnum við vegi. Ég ætla rétt að koma bara inn á varnargarðana. Við getum svona í grófum dráttum skipt þessu upp í 2 gerðir. Það eru þvergarðar sem þið sjáu til dæmis Bolungarvíkurgarðinn neðri myndinni. Þeim hugsað að stöðva flóðin fyrir ofan þau og svo erum við með leiðigarða sem þið sjáu á efri myndinni. Þetta er sem sagt leiðigarður í Neskaupstað neðan Miðstrandaskarðs. Og þeim hugsað að beina flóðum á önnur svæði þar sem að þau valda ekki eins mikilli hættu. Í byggð þá það oft þannig að þessir leiðigarðar leiða flóðin yfir vegi, en hins vegar þá verið að auka bara öryggi íbúa á móti. Það hægt að reisa þessa garða bæði með styrtri flóðhlið eins og sýnt á neðri myndinni eða þá sem svona jarðvegsgarða eins og sýnt á leiðigarðinum. Ef við gerum með svona brattri flóðhlið þá eru þeir dýrari í framkvæmd en þeir taka umtalsvert minna pláss sem skiptir töluverðu máli þegar við erum komin oft við varnir við vegi því að vegir eru oft undir bröttum hlíðum, sérstaklega í fjörðunum. Hérna sjáum við dæmi þvergarð við veg, þetta í Fannardal við gangnamuna Norðfjarðarganga og þessi garður hugsaður þannig að við fáum flóð eins og örinn sýnir þarna og því bara ætlað að stoppa þarna fyrir ofan garðinn og við þennan árekstur þá náttúrulega erum við þetta náttúrulega mikil orka sem í þessum flóðum og það getur verið mikil læti þegar það lendir á þessum görðum. Þannig að yfirleitt þá viljum við reyna að vera með þessa garða í einhverju svona undirlendi þar sem við getum hægt á flóðunum áður en að það lendir á þessum görðum. Og ég ætla að sýna ykkur hermun, vonandi þá virkar hún, af við erum með varnargarð niðri og ég get reynt að sýna ykkur er þvergarður og flóðið er að koma niður þessa hlíð. Og við sjáum hvort að þetta spilist hjá okkur. Og allt flóðið í raun og veru lendir í árekstri við garðinn og stöðvast fyrir ofan ef allt hanna rétt. Og þetta í raun og veru bara eins og varnargarðarnir virka, eins og við viljum að þessi þvergarðar virka. Leiðigarðar, þeir eins og sagði áðan beina flóðum frá og þarna sjáum við dæmi leiðigarð sem við gangnamuna Bolungarvíkurganga og þessum hugsað að taka á móti flóðum sem koma á ská, lenda á þessum varnargarði og beina þeim til hliðar, breytir stefnu flóðsins. Og þetta verður til þess að það verður svona varið svæði í allra stærstu flóðunum, þá getur þetta samt sem að ná að vegi, en þá ekki megin þungi flóðsins að lenda á vegfarendum. Þetta getur verið erfitt að koma þessu að við vegi, því bara einfallega við höfum ekki pláss til staðar til þess að taka á móti flóðinu. Hérna sjáum við svona bara hermun af því hvernig þessir varnargarðar virka. Þetta er frá Patreksfirði. Þá sjáum við þetta flóð sem að koma úr hlíðinni, lendir á garðinum og færist til hliðar til þess að venda byggðina. Oft getum við þurft að vera með töluvert stór mannvirki
þegar við erum að fara í þessa garða þá getur verið dýrir og þá notum við keilur stundum fyrir ofan það, en keilur geta líka staðið bara einar og sér eins og er gert þarna á Flateyrarveginum. Þið kannski hafið séð þarna þessar keilur þegar við keyrðum inn á Flateyri í gær í skoðunarferðinni. Þær standa þarna fyrir ofan veg og er hugsað þannig að þær eiga að brjóta upp flóðið. Þessar keilur sem eru á Flateyrarvegi eru hins vegar ekki hannaðar eins og keilur sem við hönnum fyrir ofan byggð allavega í dag, því að þar viljum við vera með svona styrta flóðhlið, bratta flóðhlið, þannig að hérna við fáum sem mest læti í árekstrunum. Og ég ætla að sýna ykkur, já, þarna er sem sagt bara í raun og veru stefnan. Hún kemur hérna að þessum flóðum og þegar hún lendir á fyrstu keilunni þá breytir hún aðeins stefnu og þá lendir það á næstu keilu og hérna hægt og rólega þá draugum við úr orku úr flóðinu og hægjum á því. Ég ætla að sýna ykkur hérna hermun frá Flateyri. Við stóðum hérna einmitt í gær og hlustuðum á Kristínu Mörtu tala varnir þarna og þessi hérna keila er sem sagt komin sem er hérna uppi, en ég ætla rétt að sýna ykkur bara hvernig hérna þessi mannvirki haga sér í árekstri og vonandi spilast það líka. Og þá sjáum við hérna sem sagt við áreksturinn sjálfan. Ég ætla að reyna að stoppa þetta hérna réttum tíma. Að þá kastast flóðið þarna upp í allar áttir og við breytum í raun og orkunni sem er í hreyfiorku í flóðinu yfir í stöðuorku með því að kasta því svolítið upp í loftið að einhverju leyti og við áreksturinn þá tapast líka orkan. Þessi mannvirki eins og við komum inn á áðan, þau geta hjálpað til við að minnka varnargarða eða bara staðið ein og sér, en þau eru kannski ólíklegt til þess að stöðva flóðin alveg nema við séum með þá töluvert bil á milli keilnanna og hérna vegarins. Síðan eru vegskálarnir og þeim er hugsað í raun og veru þannig að við getum leitt flóðið yfir mannvirkið á meðan umferðin fyrir undir það eða í gegnum það. Og þetta getur verið eini kosturinn í þröngum aðstæðum eins og þekkt er í Óshlíðinni þar sem voru tíð skriðuföll sem að fóru yfir veginn og þá var það þannig að þessar varnir sem að núna standa ónotaðar nema fyrir kannski göngufólk og hjólafólk þær leiða sem sagt þarna út í sjó skriður og snjóflóð. Þetta er líka notað oft við enda á göngum eins og til dæmis á Ólafsfjarðarvegi en þetta er sem sagt hérna eins og ég segja milli Hnífsdals og Bólgaukur Óshlíðinni og þessum mannvirkjum var skipt út fyrir göng og ég held að það sé bara mjög gott fyrir þá sem hafa farið þarna nýlega eftir þessum vegum var lokað þá er væntanlega átt að sjá því hvað náttúran er fljót að taka þennan veg í bara og hvað hefur verið mikil viðhaldsþörf. En þetta hins vegar getur verið mjög kostnaðarsamar framkvæmdir í viðhaldi og byggingu en hins vegar það var ekki endilega þannig að þær séu dýrari heldur en varnargarðar eða keilur. Og svo komum við af skápum og þylum. Þetta henta fyrir lítil tíð flóð eins og hefur verið notað til dæmis í Súðavíkurhlíðinni og Ólafsfjarðarveginum. Þarna sjáum við myndir frá Ólafsfjarðarvegi og þar eru svona 3 þyl sem eru hérna í röð og hugmyndin er sem sagt sú að það komi hérna flóð sem að færi ofan í þessa skápa og það er í raun og veru hægt að setja þessi þyl upp án þess að vera með skápana sjálfa en hugmyndin er sú að sem sagt grafa hérna pláss fyrir snjóflóði til þess að stöðvast í og svo er þylið sett fyrir framan. Þylið er sem sagt þá rekið niður í jörðina og svona álíka mikið af þylinu stendur upp úr eins og er rekið niður. Þannig að þið hefur væntanlega séð þarna þegar við keyrðum inn á Súðavík í gær að þessi þyl eru ekki lág og við sjáum núna rétt á eftir líka mynd hérna sem maður stendur við hliðina á þylinu og sjáum við hversu hátt þetta er og hversu langt þetta er líka ná ofan í jörðina. Það er mjög mikilvægt í þessu að hérna tæma snjó úr þessum þyljum eða þessum skápum. Ef þeir fyllast skáparnir þá gera þessi þyl ekki neitt fyrir snjóflóðin sem að falla síðan þar á eftir. Þannig að þau þurfa reglulegt viðhald. Og þessi framkvæmd getur oft verið bara tiltölulega ódýr, hún tekur lítið pláss og getur nýst líka bara samhliða öðrum framkvæmdum eins og dæmi er í Súðavík þar sem var notað efni úr skápum í landfyllingu. Þylin hins vegar geta skemmst í stærri atburðum því að þau eru í raun og veru bara hérna stálþyl sem standa upp úr jörðinni
og ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig þau eiga að virka svona í hönnunarátburðum. Því miður þá það þannig að flóðin sem þessi skápar og þil eru hönnuð fyrir eru yfirleitt lítil og svona á mörkum þess sem við getum hermt í okkar nýjustu líkonum nema með miklum tilkostnaði. Þannig að við höfum svona skoðað flóð sem svona alveg nærri hérna hönnunarflóði og þá sjáum við þarna þegar flóðið lendir ofan í skápnum, það getur samt sem að þau farið aðeins út fyrir veg ef flóðið aðeins stærra, en engu að síður þá búið að draga verulega úr orkunni sem þarna og tekur þá svona mesta þungan úr flóðinu sem gæti lent á bílum eða hérna vegfarendum hana. Hins vegar, ef við erum að fá stærri flóð, þá lenda þau á þessu þili af miklum krafti og eins og við sjáum þarna á þessari stillimynd, þetta flóð sem það bil 3-falt stærra heldur en hönnunarflóð fyrir svona þil og hérna í svona aðstæðum þá lendum við í því að mannvirkin geta skemmst og hérna sjáum við hann Jóa og eins og við sjáum þá þessi þil svona það bil 1,1/3 Jói á hæð og í þessu tilfelli, þetta sem sagt Ólafsfjarðarvegi þarna í þar sem að rauði hringurinn sýndur hérna í þessu tilfelli þá búið að rétta þetta þil við eftir að það laðist niður í snjóflóði og þetta hefur gerst allavega í tvígang á þessu svæði og þá búið að veikja stálið töluvert þannig að það þarf alltaf minni og minni flóð til þess að leggja stálið niður og þið getið séð hérna eins á myndinni, ég ætla að reyna að setja leyserinn aftur á og getið séð hérna skaðan sem hérna niðri hérna, eða kannski ekki að það allavega að beygla hérna í gegn og stálið alveg rifið í gegn þannig að það gött eftir stór flóð. Þannig að þrátt fyrir það að skáparnir séu góðir að mörgu leyti þá hérna geta þeir hins vegar verið viðhaldsfrekir sérstaklega ef við erum að fá stór flóð og í mörgum tilfellum þegar við erum að fá stór flóð þá kannski best að fara bara í aðrar lausnir. Rétt svona bara lokum eins og ég kom inn á áðan þá hafa ekki verið skilgreind ásættanlegar áhætta á vegum á Íslandi og við sjáum bara með aukinni umferð þá verður aukin hætta á að vegfarendur sé að lenda í flóðum. Við munum þurfa að fara í auknar ofanflóðavarnir við vegi ef við ætlum að halda þjónustustiginu á vegum eins og krafan í samfélaginu í dag. Fyrsta skrefið til þess að ná því held ég að sé allavega að skilgreina ásættanlega áhættu við vegna ofanflóða á vegum og ég held að ég láti það bara vera lokaorðin. Takk fyrir. Sér maður ekki vel. Já, gjörðu svo vel. Já, Hafsteinn Pálsson heiti ég. Ég með 2 spurningar. Fyrsta lagi, hvað eru Norðfjarðargöngin oft lokuð vegna ofanflóðahættu? Og seinni spurningin, er það eitthvað í vinnslu að fara að skilgreina ásættanlega áhættu fyrir vegi? Takk. Kannski Geir, þú með eitthvað? Ég var ekki með þetta í kollunum hvað þetta sko, lokun, en ég skýt á eins og tvisvar ári. Nei, ég erum ekki með, en í raunveru á Norðfirði það nú þannig að vegurinn sko oftar orðinn lokar vegna vons veðurs heldur en í raunveru snjóflóðahættunnar. En ég held að vera mjög áhvert að bera þessa tölfræði saman. Ég beið þarna góða stund á degi eftir og það var vegna ofanflóðahættu við gangnaminnan. Ég ætla kannski rétt að fá að bæta við það sem þau voru búin að segja hérna sko að það gleymist líka oft fljótt kannski hvaða hérna þessum göngum var ætlað að skipta út. Snjóflóðahættan sem kannski til staðar í dag er umtalsvert minni þar sem hafa verið sett göng heldur en á þeim vegum þar sem göngin hérna leystu á hólmi. Og hinn spurningin Hafsteinn varðandi að skilgreina áhættuna, ég allavega ekki þátttakandi í því samtali en ég held að væri mjög vert að skoða þessi viðmið og reyna að skilgreina það. Takk fyrir. Og gjörðu svo vel, næsta spurning. Takk, Hildi Gunnur, forstjóri Veðurstofunnar.
kannski til Bergþóru, var eitthvað í könnunni frá yngri notendum, einhverjar vísbendingur að þau vilja einhverja aðra leiðir en SMS eða einhverja samfélagsmiðla eða eitthvað sem við miðaldra fólki erum ekki að nýta okkur á sama hátt? Ég ekki búin að skoða þessar ábendingar og bera saman við aldurinn, en það kom skýrt í ljós að fólkið vildi gjarnan geta staðfest í raun veru upplýsingarnar með því að fara á heimasíðuna. Eftir að það búið að fá í raun og hnippið með skilabúðanum í síman, að geta þá farið inn á heimasíðuna hjá okkur eða ykkur og afla sér frekari upplýsingar. Líka bæði kannski nánar tímalengd áhættustigs eða hugsanlega síðan breytingar á í raun og veru hvenær áhættan áætluð, því að við stundum sendum og segja frá 4:00 í dag eitthvað eða eitthvað svoleiðis, að það stundum breytist, að það komu skýrar óskir það. En það kom ekki tillögur endilega með að við farum á TikTok, en ég á eftir að bera það saman, allt yngri hópinn sérstaklega. Og kannski eini viðbót, eða viltu segja eitthvað meira, Ólafur? Já, ég ætlaði bara að bæta við að við höfum alltaf á vorin svona fund snjóflóðavakt á Vegagerðin, þar sem við förum yfir svona þetta kerfi og reynum að hugsa bara hvernig þetta hefur gengið og hvort við viljum bæta eitthvað. Og þá hefur þetta stundum komið upp svona, og við erum svolítið að ræða núna, það breytingar á gagnagrunnum okkar, til dæmis svo hvernig við skráum vegarspár og höfum aðeins rætt svona staðla svolítið skeyti frá okkur til Vegagerðar og svona. Þannig að þetta alltaf umræði og að reyna að gera betur. Og kannski með áhættum við með norsku, fyrir vegi, það eitthvað sem við gætum, getum við yfirfært það ef við setjum það í reglugerðir hjá okkur eða eitthvað alveg? Þessar norsku viðmiðanir sem hafa verið notaðar í einhverjum tilfellum hafa verið notaðar bara nánast óbreyttar. Þannig að ég held að það sé alveg eitthvað sem væri hægt að skoða, bara taka það upp. Hæ. Gjörðu svo vel, næsta spurning, já. Mér langaði bara að bæta við þetta. Ég heiti Lára Sigrún, starfa hjá Vegagerðinni og sú sem tek við þessum beiðnum þessa lista. Það hefur verið rosalega aukning hjá yngri kynslóðinni að skrá sig á listana og fá þessar upplýsingar. Hins vegar finnst mér vera svolítið mismunur á kynslóðabilinu að foreldrar treysta ekki börnunum sínum til þess að lesa og kynna sér upplýsingarna sjálf. Þau vilja vera þeir sem koma upplýsingunum áfram. Þannig að mér finnst alveg verðt að skoða það líka. Mér langaði bara að benda á það. Takk fyrir. Já, góðan dag, ég heiti Gylfi, ég er formaður bæjar og Ísafjarðarbæjar. Mér langaði aðeins að velta fyrir mér lokunum. Við erum hér á ráðstefnu sem að varða ofanflóð, en oft bara ekkert ferðaveður yfir höfuð. Og þá skiptir ekki máli hvort það snjóflóð hætti eða ekki. Geir, tölurnar sem að þú sýndir, voru þær hefur þú prófað að leiðrétta fyrir hvort það bara ekki ferðaveður hvort sem Þetta alveg rétt sem hún segir og eitthvað hlutfall af þessum tölum óveður og ekki ferðaveður og það sem ég gerði var að ég skoðaði annan kafla sem yfir Gefnafjarðarsvið sem heiði og sem líka milli þéttbýlisstaða í Ísafjarðarbæ og þar eru þessar lokantölur miklu hærri heldur en á Súðahlíð vegna þess að þá veðrið komið miklu sterkar inn og ófærið þannig að ég hugsa að lokanir vegna óveðurs einhver svona nánast einhver föst tala eða svona fasti hugsa ég bara almennt á vegakerfinu og þar á meðal þessum vegum líka. Og næsta spurning. Já, ég heiti Hlöðveri, komin inn í annað skipti. Mér langaði að spyrja út í ástættulegu áhættuna og það kann vera að svarið sé komið eftir spurningu Hildiginnar það sem þú nefndir norsk viðmið. Ég vildi bara benda á það að þú ræddir hönnunarflóð í erindinu þínu og valið á hönnunarflóðinu gefur ykkur vísbendingu það áhættuviðmið sem praktiserað. Það að segja hver var tíðnin á því og hvort það séu notuð ólík hönnunarflóð eftir til dæmis hvað vegurinn fjölfarinn. Slíkar upplýsingar væru þá einhvers konar vísbendingar það áhættuviðmið sem til staðar í geiranum hvort sem það var tekið af yfirlögðu ráði eða ekki.
Og mér langaði að spyrja þess vegna hvernig hönnunarflóðið er valið og hvaða ályktanir áhættu viðmið þú getur dregið af því vali sem að notað. Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég held að þetta sé alveg góða punktur. Það sem hefur verið kannski helst ráðandi varðandi þessi þil, allavega svona eins og ég hef séð þau, þá það kannski fyrst og fremst bara hvað svona praktískt að láta þau standa hátt upp án þess að fara eitthvað að reyna að styrkja þau eitthvað sérstaklega. Það er náttúrulega, eftir því sem ég best veit, þá hefur kannski ekkit endilega verið hort eitthvað nákvæmlega í annað heldur en bara að reyna að minnka flóðin. Og það var gerð smá svona tölfræði á í skýrslu sem að Verkís fyrir Ólafsfjarðarveg. Það var skoðað í raun og veru hvernig virknin á þessum þilum sem eru þar. Og þau sýna í raun og veru að þilin minnka flóðin 40% sem að fara út á veg eða yfirveg. Og ég hugsa að það sé kannski meira hugsunin það sé valið svona stærsta mannvirki sem hægt að koma fyrir til þess að minnka flóðin. Það kannski ekkit endilega verið að horfa á þannig að það sé orðin eitthvað ásættileg áhætta. Hins vegar þá sáum við í erindinu hjá Óliver áðan að þar miðaði við 10% líkur á því að snjóflóð falli á veg. Það kannski einhver indikator líka hvað við ættum að hafa sem ásættilega áhættu. Ég svo sem ekki alveg með svarsamt við því hvað hefur nákvæmlega farið í hönnunar forsendur hjá Vegagerðinni við hönnun á þessum mannvirkjum. Mér langar bara pínlítið kannski ekki alveg til að svara hönnunarforsendunum en aðeins það sem Gylfi var að spyrja í raun og veru það náttúrulega alltaf þannig að það umhugsunarefni þegar við erum að velja hönnunarflóð eða aðgerðir til að fara í að það þarf að vera samhengi við það í raun og veru hvenær vegur hvort þið lokar vegna óveðurs og við getum varið risastórt flóð en það kannski skilar engu vegna þess að veðrið hvort er svo vont þegar slík flóð falla að það er ekkit ástæða til að vera með veginn opinn út frá óveðri en ekki bara snjóflóðahættu. Þannig að samhengi á milli lokana sem sagt óveðurs og snjóflóðahættu er náttúrulega mjög mikilvægt í þessari umræðu og vali á hönnunarforsendum fyrir mannvirkin. Ég tek bara algjörlega undir þetta. Takk. Og næsta spurning Hlynur, gjörðu svo vel. Já, Hlynur Hafbjörg Snorrason Eifugli-Þórn á Vestfjörðum. Ég vil þakka fyrir erindin, mjög góð. Þannig að lögin varnir gegn ofanflóðum frá 97 þau skylda lögregluna til þess að vera þáttækjendur með Vegagerðinni í því að taka ákvarðanir lokanir vega vegna ofanflóða. Vegagerðin tekur sjálf ákvörðun það hvort að eigi að loka vegum vegna ófærðar eða óveðurs. En þetta er gríðarlega vinna sem felst í því að taka ákvarðanir að loka vegi eða opna vegna ofanflóðahættu. Það getur verið jafn alvarleg ákvörðun að taka ákvörðun það að opna veg sem að hefur verið á snjóflóðahættu. Ég vil nú bara segja það hreint og klárt að samstarf Vegagerðarinnar, Veðurstofunnar og lögreglunnar vegna lokana vega hefur gengið með miklum ágætum. Það er ekki mikið traust og virðing á milli þessara stofnana, allavega hér á Vestfjörðum, það sem ég þekki til. En lokanir vega í Súðavíkur og Kirkjubólshlíð, það er afleiðingarnar geta verið mjög miklar. Fólk verður kannski innlyksa í Súðavík, þar er ekkert gistiheimili, það er lítið þorp sem að neyðist til að taka á móti fólki sem að verður innlyksa. Og þetta eru svona verkefni sem almannavarnir eru með í skoðun ásamt Súðavíkurhreppi. Þannig að svona hagfræðilegar afleiðingar eða orðað með einhverjum slíkum hætti, þær eru mjög miklar varðandi lokanir í Súðavíkurhlíð. Þannig að þessum þurfa lokanir að vera mjög málefnalegar. En enn og aftur, takk fyrir mjög gott samstarf Vegagerð og Veðurstofa. Já, ég vil bara fá að taka undir með Hlyn og þakka honum fyrir mjög gott samstarfi gegnum tíðina og ég held að þetta sé fyrirmyndar hvernig við gengið hérna. En ég held að ég geti bara sagt með nokkru vissu að ég veit töluvert mikið það að þegar við tekin ákvörðun að loka, ekki bara út frá snjóflóðahættu, bara út frá óveðri eða öðru og þetta hefur gríðarlega áhrif á samfélag og atvinnulíf ekki síst
að þegar okkur tekst ekki að halda vegum opnum, hvort sem það vegna snjóflóðahættu eða af öðru, og ákvarðanir aldrei léttvægar. Við reynum að láta öryggi vegfarenda ráða, en auðvitað rosalega vont þegar við tökum ákvarðanum að loka til þess að tryggja öryggi, en það verða fyrirtæki og atvinnuvegir fyrir skaða vegna þessara ákvarðana sem við tökum. Já, ég ætla bara að taka undir þetta líka. Þetta kannski gengur alveg sérstaklega vel hérna á Vestfjörðum, held ég, bara á þetta sögunni og svona þessa reynslu. Þetta hefur kannski ekki gengið alveg eins vel annars staðar á landinu, en gengur samt vel, en sérstaklega vel hérna. Ég ætla bara að taka undir þetta. Takk fyrir. Og Örn, gerðu svo vel? Já, Örn Ingólfsson heiti ég. Takk fyrir góðar ástöfnu og góðar tölur. Gísli, þú keyrðir hérna herminn eftir á innra Bæjargili. Hvaða stærð var á þessu flóði? Það er kannski ágætt að taka það fram að þessar hermannir sem voru hérna eru frá samstarfsfélögum mínum Ragnari Lárussyni og Reyni Leví Guðmundsssyni. Ég man ekki alveg nákvæmlega hver stærðin á þessu flóði sem þarna, en það búið að keyra töluvert mikið af flóðum sem þarna. Kristín Marta man það kannski? Já, 1000 ára komutími. Stærði hérna 400.000 rúmmetrar? Já, eitthvað nálægt því. Takk. Og ein spurning, þú tekið eina spurningu til viðbótar, gjörðu svo vel. Fyrirgeðu skemmið að ég heiti Bragi Þór og sveitastjóri í Súðavík. Þetta frekar svona ábending. Leiðin undir Súðavíkurhlíð og Kirkjubólshlíð láglendisvegur. Þannig að það ekki oft loka vegna óveðurs. Bara takk. Tökum 2 viðbót. Gjörðu svo vel. Jóna heiti ég, bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Mér langar bara að minnast á það því að Vegagerðin nýlega setta á fót vöktun í samstarfi við Veðurstofuna Grænafellum í Fagradal, og það svona kemur eiginlega til í kjölfari á snjóflóðunum 23 fyrir austan. Og þá héldum við stóran vinnufund meðal annars með Veðurstofunni og fulltrúum frá Vegagerðinni og nýttum reynslu hérna á Vestfjörðum sem að við fluttum austur og fengum svo Hlín fljótlega á eftir. Árið seinna minnum fengum við Hlín austur til þess að fara yfir svona lokanir inn í byggð. Þannig að það má ýmislegt færa á milli, reynslu, útfæra og aðlaga á milli svæða, og svona í því samhengi á langar mig aðeins að minnast á það við Vegagerðina. Ég hlustaði á yfirferðina hjá Guðmundi Geir þegar við vorum að fara hérna á milli fjarða. Það rosalega mikil þekking á veðuraðstæðum hjá mokstursmönnunum hjá Vegagerðinni. Hvernig gengur ykkur að varðveita það og flytja til næstu kynslóða mokstursmanna? Þannig að ég ætlaði bara að minnast á það, því að ég held að þarna sé hafsjór af upplýsingur sem að oft ekki kannski skráð eða passaði upp á. Já, takk undir þetta, og ég benda á að það eru sérstaklega reynslumiklir og góðir mokstursmenn á Austfjörðum, og þeir eru margir hverjir svona, það þarf að styttast í verklokin hjá þeim, þannig að það verkefni held ég Vegagerðar að kannski ná þeim saman og ná einhverju út úr þeim, en það alveg sérstaklega góður hópur þar og reyndur sem hefur bókað, og það reyndar víða land, en við reynum reyndar að halda námskeið fyrir þessa mokstursmenn á hverju ári og færa þessa reynslu á milli manna eins og gengur. Þá það síðasta spurning fyrir mat, gjörðu svo vel. Takk. Tómas heiti ég og kemur úr Fjallabyggð, nánar tiltekið Ólafsfirði, og ber að einhver leyti ábyrgð á þessari ráðgjöf sem nú sett til Vegagerðarinnar varðandi lokun á veginum. Ég ætla nú svo sem ekki að svara Ólafur hérna í bundnu máli, en ég tek nú hans orð hérna sem bara ákveðna brýningu í að standa betur að þessu. En það er kannski þáttur þetta sem hefur lítið komið fram, og það er nú svona veruleiki sem ég hef upplifað sjálfur á eigin skinni. Það er að sinna útköllum í Múlann í rauninni þegar áður til þessara lokana kom. Og breytingi sem varð þegar að lokunum var beitt. Því að þetta er alveg tvennt ólík þessi raunveruleiki, því að rauninni þetta var kannski einu sinni tvisvar, jafnvel þrisvar á vetri sem við fórum að sækja fólk sem hafði fest í ófærð eða lent í snjóflóðum.
Þannig að ég held að þetta sé svona allavega þáttur sem er verið að horfa til. Og einnig er bara ánægilegt að sjá upplifun íbúa á þessum viðvörunum. Ég bara vonandi að við getum bara haldið áfram að þróa þetta. Ég held að sé svo alveg svigrúm til bætinga þarna líka í upplýsingagjöfinni og hvernig við setjum þessar upplýsingar fram. Og það er kannski samtal sem þarf að taka. Takk fyrir. Já, takk. Ég held að þetta sé bara nákvæmlega akkurat það sem við tökum út úr þessu líka. Og þegar ég fekk niðurstöðnar í hendurnar frá honum Matthíasi þá bara hugsaði ég að fyrsta sem ég hugsaði var bara af hverju eru ekki löngu búin að gera þessa könnun. Við erum búin að vera með þessa þjónustu núna í 15 ár og við höfum aldrei spurt viðskiptavinina hvernig þeim líka þessi þjónusta. Þannig ég held að það sé bara fullt af tækifærum í að gera betur. En það er líka eitt sem langar að nefna aftur en að því að með Tröllaskaga, þar er eins og við sáum hjá Geir er umferðin miklu hærri heldur en á Súðvíkurhlíðinni, það er að segja fjöldi bíla og það spilar rosalega stóra rullu inn í það þegar við erum að taka ákvörðun að loka og hvernig við högum okkur gagnvart því að loka vegunum. Takk fyrir og við ekki að klappa fyrir þessum ágætu fyrirlesurum. Takk fyrir góða spurningar.